Já, já, Ertu tilbúin? já, ég er tilbúin, held ég. Við skulum vona að við Ertu nokkuð skulum með vona að þetta marktölu? virki allt eins og það á að virka. Takk Ármann og Erik fyrir fyrirlesturinn og þig, Hulda, fyrir að halda utan um þetta. Svona bara fyrir forvitnisakir. Hvað eru margir sem að, þú veist, það er svona rétt upp hendi á þessu, er það ekki? Og hvað eru margir sem hafa annarkvort séð hunda, ok, við skulum bara snúa þessu við, hvað eru margir sem hafa aldrei séð hund leita, þú veist, ekki á myndbandi, ekki æfingu og já. Og sjá hvort að er eitthvað að gerast, er ég að Ég sé sér enga einhver? hendi á lofti. Ok, Eru allir, hafa allir séð þetta að einhverju leyti. Svona, er ég að gera eitthvað núna? Er það að sjá mig? Nei, stopp séu. Ekki gera það. núna ertu til að skjá. Er það? Já. Það er frábært. Það er frábært. Ég sé það nefnilega ekki. Já, það er frábært að heyra að fólk er svona, hefur séð þetta að einhverju leyti allavega og ég ætla nú ekkert að fara eitthvað djúpt í, sko, þú veist, hvernig við búum til þessa hunda, æfingaferlið, ekki nema að þið mynduð vilja það eitthvað sérstaklega. Mér skildist þetta sé svolítið svona þversnið af þeim sem koma að snjóflóðum á Íslandi og ég ætla nú kannski bara að fara svolítið í það hvernig hundarnir virka í þeim aðstæðum, sem sagt ekki æfingarnar sjálfar. Og fara svona bara stuttlega yfir sögu Björgunarsveitar Íslands sem er ein af 2 sveitum sem að þjálfa hunda í þessum tilgangi. Ég heiti Björk og er búin að vera félagsmaður BOSÍ 18 ár og er núverandi formaður og er búin að vera lengi í stjórn og er leiðbeinandi í bæði víðavangsleit og snjóflóðaleit. Hundaþjálfari er búið að vera að vinna sem með leiðsöguhunda síðastliðin 4 ár en reyndar hætti því, farin að huga að einhverju öðru. Hulda, þú kannski lætur mig vita ef það eru einhverjar spurningar af því ég bar með skjáinn minn fyrir fram mig, ég sé ekki hitt, já. Já, ég skal gera það. Já, og ég er búin að þjálfa upp 3 hunda í leit og björgun og er núna með Kjark sem er 12 ára og Tí sem er 2 ára. Og ég er í björgunarsveitinni Björg og Eyrarbakka og Darinn og Hvolsvelli. Og með mér er Ingimundur Magnússon sem er svona yfir leiðbeinandann okkar, er búin að vera í þessu lengur heldur en flestir, myndi ég nú segja. En ef að við förum aðeins upp á, sko, hvað viljið þið upp á dekk? Hvað viljum við í BOSÍ? Og við vorum stofnuð sem björgunarsveit árið 1980 og fyrstu æfingar í snjóflóðaleit, af því að við erum nú að einbeita okkur af því, er 83. Þannig að við erum búin að vera að gera þetta í töluvert langan tíma. Og við erum með 70 félagsmenn. Þar af eru svona 35 til 40 að þjálfa hunda í dag, sem eru svona virkir. Og við erum með 7 leiðbeinendur sem starfa með okkur. Og það sem að þið þurfum kannski að vita er að við erum landsdekkjandi bjargir. Og við erum með 17 aðildasveitir, svona mest sunnanlands og vestanlands. Sveitin sem kemur að þessu leitarhundar, þeir svona dekka Norðurlandið og Austurlandið. Og við æfum á hverjum einasta sunnudegi og alltaf upp í svona 6 tíma það bil, bæði á vetur og sumar. Og við höldum 5 daga vetrarnámskeið, þar sem að við erum bæði að æfa og að taka próf. Hæsta gráða sem að hundur getur verið með það sem hann er fullþjálfaður er A-próf. Og það er raun og veru með hverju ári tekur hann A-endurmat til þess að svona sanna hann hafi þessa færni eða teymið hafi þessa færni áfram.
Og í raun og veru bara, það bara eftir þessi 3 ár sem tekur að þjálfa upp í A, þá það í raun og veru bara reynsla sem að fara að bætast við á hverju ári og svo þurfum við sem teymi að sanna að við höfum eitthvað upp á dekk. Og ef við förum aðeins í það, sko, hvernig virka þeir? Ekki hvernig beint við búum þetta til. Það alveg svolítið langt ferli sem ég held að við höfum ekki tíma kannski til að fara í núna. En þeir náttúrulega nota nefið. Þeir eru með alveg frábært lyktarskyn eins og flestir vita. Og það til hellingað rannsóknum hvernig nefið á þeim virkar og hvernig þeir vinna úr lykt. Þeir geta einagrað ákveðnar lyktir úr umhverfinu og þetta bara mjög athyglisvert ef maður fer niður í þann brunn að leika sér á því sviði. Umhverfið, það við notum lyktin, hún berst með vindi, þannig að við erum rosalega upptekin af vindi og hvernig vindar haga sér. Þeir þurfa að hafa náttúrulega vinnukvöt og svolítið háa. Við erum yfirleitt að vinna með tegundir sem að gefast eiginlega ekki upp fyrir þeim detta niður dauðir. Þannig að þeir eru með alveg gífurlega vinnukvöt og vinna mjög vel. Og stóra spurningin það sem kannski svolítið svona athyglisvert fyrir ykkur að eftir hverju eru þeir að leita? Eru þeir að leita eftir líkamslykt eða eru þeir að leita eftir andardrætti? Og sannleikurinn að í raun og veru þá vitum við það ekki alveg. Við vitum að þetta virkar, það búið að margsanna sig, en hverju þeir eru að leita að, vitum við í raun og veru ekki. Hvaða öreindir í því sem þeir eru að leita að, eru þeir að leita að. Ef þið skiljið, ég vona að þetta sé ekki ógeðslega eitthvað ruglingslegt, en það sem ég að reyna að segja að án þess að vera bara inn í hausnum á hundinum, þá vitum við ekki alveg nákvæmlega eftir hverju þeir leita. En ég get sagt ykkur að við æfum eðlilega, það svolítið erfitt að finna lík á víðavangi, en við leitum alltaf eftir lifandi fólki og við vitum, það sem við vitum að jafnvel þó að fólk sé dáið, þá höfum við ákveðin glugga þar sem að hundarnir geta áfram leitað og já, þannig að við vitum svona það bil hvernig það en bara mjög líklega það samt andardrátturinn eða eitthvað tengt því. Við erum okkar svona helsta hlutverk í raun og veru það ekkert rosalega mikið að tíminn náttúrulega ekki vinnur okkar. Í snjóflóðum sem falla hrein á, segjum bara göngufólk eða skíðafólk eða snjósleðafólk, þar mjög líklega félagabjörgun þín helsta von. Því að tíminn ekki vinnur okkar. En við erum náttúrulega búin að vera þáttakendur síðan 83 í öllum stærstu snjóflóðum sem hafa fallið aðallega á byggð. Og ég til dæmis búin að ganga í gegnum núna, þetta 3. hundurinn minn og ég hef í raun og veru aldrei leitað snjóflóð. Ég hef alveg verið í viðbragði en ég hef aldrei leitað snjóflóð. Þannig að við erum svona mestmegnis, ástæðan fyrir það að við höldum þessu áfram, í raun og veru að viðhalda þekkingu. Þannig að þegar og ef að við séum þá tilbúin. Þetta mjög mikilvæg og landsdekkjandi björg sem þýðir það að það hægt að kalla á okkur af öðrum svæðum. Við þurfum ekkert endilega að vera á svæðinu til þess að vera flutt á milli svæða til þess að vinna í þessum aðstæðum. En það sem náttúrulega ofboðslega mikilvægt að eins og ég segi, tíminn ekki vinna okkur, alveg sama hvernig við snúum því, hvort það sé á byggð eða hrein snjóflóð, hvað þá heldur. Þannig að
Við erum svolítið, þú veist, það væri frábært eða það væri hundar í hverju einastu þorpi á Íslandi, en því miður erum við ekki að vinna með þann veruleika og já, þannig að við erum sem sagt að flytja með þyrlum, flugvélum, bílum eða bara á allan þann hátt sem við getum þegar neyðin kemur. Ég sagði hérna 1 hundur vinnur á við 100 manns. Þetta á örugglega og halda ykkur uppþvotti ykkur staðar. En við vitum alveg að þeir vinna ofboðslega hratt á svæðinu og þetta getur bara oft verið, skilur þú veist, við vitum þess alveg dæmi að þú veist, það hefur verið að leita með stöngum í einhvern tíma án árangurs og hundi hafa verið hleypt út og verið búin að vinna, finna mannin innan við mínútu eða mínútu. Þannig að þetta eru rosalega flottar bjargir. Og það er náttúrulega mikilvægt að sjá til þess og það er það sem við erum að reyna alla daga alltaf að vinna í því að sjá til þess að sé snjóflóðaleitahundar á sem flestum stöðum, það sem þess þarf. Og við erum með rosalega mikla þekkingu og kynslóðir hundar sem hafa gengið þennan veg. Sem sagt, já, þú veist, við erum ofta að fara í gegnum alveg fullt af hundum, bara til þess að viðhalda þessari þekkingu, þannig að við séum til staðar. Ég ætla að vona að þetta virki. Þetta á að vera myndband af hundi að vinna í snjóflóði. Skulum sjá hvað gerist. Já, ég veit ekki alveg hvernig þið sjáu þetta, en hér erum við búin að búa til, það að sjá þetta? Já, þetta er bara svona, þú veist, högtir aðeins, en... Já, ok, en þetta er sem sagt snjóflóð sem við æfum oftast upp í Bláfjöllum og þannig erum við búin að búa til snjóflóð með tróðara til þess að hafa það sem svona bara líkast og þið sjáuð það á stangirna sem er þið sjáuð hvernig vindurinn er og þið sjáuð úr hvað átt hundurinn kemur. Þannig er hann búin að staðsetja þann sem er undir og er að grafa sig niður. Og þetta er ég og hundurinn minn Kjarkur. Og þetta er svona, við viljum, sem sagt, þegar þeir finna þá mega þeir ekki fara af gröfinni eða þeir mega ekki fara staðnum þar sem þeir staðsetja lyktina. Þeir eiga að vera með viðverandi gröft til þess að við vitum að því að lyktin er bara svo ofboðslega lítil oft á tíðum. Ef það er brjála veður þá tætist hún út allt, þannig að við viljum að þegar hundurinn er búin að staðsetja undir snjónum, þá á hann að vera með viðverandi gröft. Og þið sjá þarna eftir smástund, hann er að grafa sig. Ég held að við höfum mokað þarna og koma þeir að og moka frá og hleypa svo hundinum aftur ofan til þess að halda áfram að grafa. En mér minnir nú á þessu myndbandi að hann nái að grafa sig þarna niður sjálfur. Þarna fer hann niður. Og að verðlaunum fær hann sem sagt leik og við tengjum sem sagt, eitthvað sem þeir elska út af lífinu, sem er oftast einmitt leikum með bolta eða eitthvað, við tengjum það við þann sem er týndur og sem að verður til þess að þeir verða alveg bara húkt á því að reyna að finna þann sem er þarna undir. Já. Og hvernig, ég var nú aðeins búin að fara yfir þetta, en þú veist, reynslan sýnir okkur svolítið að bara þeir eru bara að svínvirka. Og þetta hefur nú kannski ekki mikið verið rannsakað og það eru svona sagt, alveg mismundi skoðanir á milli já, þú veist, innan okkar hóps meira segja. Sko, hvað er að gerast, skilurðu, þú veist, í þessum aðstæðum. En þegar snjóflóð fer á stað, þá verður snjórinn einsleitur. Þegar hann stoppar, hann sem sagt brotnar upp og hann stoppar. Og lyktaeðlisfæri leitar beint upp
þannig að sko sem sagt, að okkar reynsla og þeir sem við höfum talað við til dæmis í Noregi sem eru með gríðarlega mikla reynslu í þessu segir okkur að þegar þau grafa sér niður þá er það yfirleitt bara beint yfir, þeir eru beint yfir þeim sem eru týndir. Gallinn er svolítið að þegar við erum að æfa, sem við erum mjög duglega við að gera, þar að segja þegar við höfum snjó til þess að gera svoleiðis, er að sem sagt, æfingarnar eru af því að okkur tekst ekki að búa til þetta umhverfi. Við getum brotið vissulega upp eins og vorum að gera þannig að sáum með tróðaranum. En það verður samt allt öðruvísi. Þannig að lyktin er ofta leitast upp á einhverjum öðrum stöðum sko í æfingum. En við vitum það alveg, reynslan hefur líka sagt okkur að þegar þeir eru notaðir í snjóflóði, þá eru þeir sem sagt, að fara styðstu leið niður að þeim týnda. Snjóflóðaleit með hundum er líka svona, sko, við æfum líka víðavangsleitt þar sem við erum einmitt að nota lykt sem berst með vindi, en hún er að allt öðru tagi. Þetta er svona meiri fínleit en önnur vinna sem við sinnum. Og það er svona ýmislegt sem að hefur áhrif, til dæmis eins og gerðin á snjónum, hvort hann sé þungur eða léttur, hvort hann sé púður eða eitthvað annað, og veður, hvort það sé brjála veður sem að tætir lyktina aðeins bara svona út og suður, og þá hefur reynsla hundana og reynsla teymisins alveg gríðarlega mikil áhrif, og við reynum, þegar við fáum alvöru útköll, þó að, við reynum svona svolítið að velja okkar reynslumestu hunda, því að það hefur gríðarlega mikið að segja reynslan hjá teyminu og sérstaklega hundinum þegar kemur að þessu. Það er bara að fara að gera það betri, hvert ár gera það betri. En það sem að hefur líka áhrif er í raun og veru, sko, því dýpra sem einstaklingurinn er undir yfirborðinu, þá er það í raun og veru bara tímaspursmál. Það er, hvað tekur, það tekur lyktina langan tíma að rísa upp á yfirborðið. Og því dýpra sem hann er í snjónum, eðlilega þá tekur það lengri tíma fyrir lyktina að komast upp. Við, til dæmis í prófun hjá okkur, við leggjum ofboðslega mikla áherslu á að við getum getum farið eftir, hvað ég segja, öllum svona reglum sem í gangi þegar komið er snjóflóði. Það er að segja, ef við komum fyrst að snjóflóði, þá eigum við að geta sett upp hlið, vakt og svo framvegis. Þannig að við æfum sko þegar það kemur að prófinu, þá er þetta alveg rútína hjá okkur, er að við förum í gegnum öll svona öryggisatriði og skipulag sem er viðhöfð þegar snjóflóð fellur. Þannig að við leggjum svolítið áherslu á það að við getum komið að snjóflóði það sem er bara, það sem engin svæðisstjórn er kannski virk, segjum það, og að við getum svona bjargað okkur í því. Og við leitum leitum skipulega flóðið með tilliti til vinds og þar sem að snjósöfnunin er. Og eins og ég fór aðeins í gegnum áðan, þá eru þeir að gefa merki með viðvarandi greftri. Við vitum að þeir eru að finna þegar þeir eru að byrja að grafa án afláts á einum stað. Þá komum við yfirleitt, einstaklingurinn þá staðsettum með stöng, en eins og ég var að segja áðan, þá er svona reynslan að segja okkur að þeir sé yfirleitt svona beint undir greftrinum. Og það er bara ofboðslega mikilvægt, það sem ég myndi segja, það er mikilvægt að fjölga þeim allan, að þetta sé á sem flestum stöðum,
Af því að eins og ég hef oft sagt hérna, núna í þessum fyrirlestri, þá er tíminn ekki vinnur okkar í þessu tilfelli, þannig að hérna, það skiptir máli að við komumst þangað hratt og vel að það sé ekki langt í þessar mikilvægu bjargir þegar á reynir. Já, ég held að við séum nú búin svona að dekka svona það helsta sem að hérna, sem mig langaði til þess að fara yfir og þætti alveg ofboðslega vænt að fá einhverjar spurningar, því að þannig lærum við. Ég meina spurningu. Já. Hvernig, þú veist, segjum að vera bara snjóflóð í Oddsskarði eða eitthvað og þá náttúrulega allir kallaðir út og svo einhver stjórnandi og það komin hópur af björgunarmönnum en við vitum að það eru 500 hund. Þú veist, hvort betra að geyma það að senda inn massan af fólki og býða eftir hundunum? Nei, alltaf að senda inn massan af fólkin. Þeir truflast ekkert, skilurðu, við erum búin að kenna þeim að það einhver undir, það skiptir engu máli þótt að það séu snjósleðar, fólk með stangir, fólk kallandi og hrópandi, það á ekki að skipta neinu máli. Þannig að alltaf bara, þú veist, þið farið bara strax í ykkar viðbragð og svo bara þegar hundurinn kemur þarna þá bara hann viðbót. Þú veist, að við gerum þetta náttúrulega sjálfsögðu ekki ein, þú veist, við erum náttúrulega teymi og vinnum sem hluti af því teymi sem og þessu viðbragði sem á sér stað. Frábært að heyra. Eru fleiri spurningar? Já, góða kvöldið, Mikael heiti ég. Ætla að forvitna svona lengri tímalínu þegar við vitum að þetta endurheimta. Hvernig hefur árangur hunda, segjum, það fréttist ekkert af viðkomandi, hann skilar sér ekki, við vitum ekki raunlega hvar á hálendinu, svo farið að fljúga eða nota eitthvað tæki og svona minnka hringinn eða við segjum kannski 2-3 dögum eftir atburðinn sem síðast að hann sendi frá sér boð eða vitaðum. Hvernig hefur hundunum gengið að finna svona lykt þá ég hugsa á móti hundum sem eru sérstaklega þjálfaðir til þess að leita að jarðneskum leifum? Já, þetta góð spurning og þetta eitthvað sem við höfum líka alveg verið að hugsa. Við vitum að við höfum einhvern ákveðin tíma og að kuldi hefur gríðarlega mikil áhrif á þennan glugga sem við höfum. Það til dæmis í vatnaleit, skilurðu, þá yfirleitt svo kalt til dæmis í vötnunum að þú veist, við svona okkar helsta, við vitum að það virkar til dæmis. Og en til þess, sko eins og ég segi, við æfum á lifandi fólki, eðlilega þegar við viljum finna þá sem á lífi fyrst, þegar við erum í svona tímaþröng. En við vitum líka alveg að við höfum einhvern ákveðin glugga. Ég get ekki endilega sagt þér nákvæmlega hver sá gluggi en mér myndi finnast það alveg á það reynandi og við vitum alveg að það hafa liðið 2 dagar og þeir hafa fundið. Þannig að, þú veist, við vitum að þetta snýst eiginlega svona meira þetta samband á milli hundsins og notandans hvað hann flinkur í að lesa af því að, sko, það ekki víst að hann markeri á sama hátt. Markering þegar þið láta okkur vita að einhver sé fundið. Að það ekki víst að markeri á sama hátt og við erum vanir að gera. Þannig að maður þarf að vera svolítið svona að þekkja hundin sinn nokkuð vel. Til þess að þetta virki. Af því það ekkert víst að þið gerir þetta á sama máta og þeir eru vanir að gera það. Mjög gott, þetta bara svona pæling, ég hef alveg trú á hundunum í sjálfum sér, sko, og hefur bara sýnt sig, ég bara að hugsa þessa sviðsmynd sem við höfum því betur fyrir ekki lent í en að við getum alveg fara að lenda í að það spyrst ekki til ykkur sem að labba á gönguskíðum, fjallaskíðum og svo sjá menn bara ummerki snjóflóð á hugsanlegri gönguleið, hugsanlegri ferðaleið viðkomandi
Já, að þá ég svona að velta fyrir mig hvort það sé ekki mjög reynandi að jú, nota hundinn þrátt fyrir að þetta sé nokkrir jú, dagar í algjörlega, leitinni. algjörlega. Það er engu að tapa og líkurnar eru alveg þó nokkrar, skilur. Þannig ég myndi alltaf Já. láta reyna á þá. Já, áhugavert. Þetta er bara mjög góður punktur, eins og ég segi, svona leit hefur ekki komið upp, en það er bara tímaspursmál í mínum huga að hún komi upp Akkurat, út af akkurat. breyttu ferðamynstri hjá fólki. Já, já, alveg hjartanlega sammála því. Já, Ingimundur er viskubrunnurinn minn sem er búinn að vera í svo 25 ár. Hann segir að við höfum, eftir 3 daga þá höfum við fundið með hundum. Það sem einstaklingur var látinn. Þannig að þú veist, það er alltaf skilur, ef við værum að fara að æfa líkleit eins og á að gera það innan gæsalappa, þá er það náttúrulega, ef við ætlum að hafa líkleitarhund, þá er náttúrulega alltaf best að hafa hann bara í því, skilur, þetta er tæknilega séð alltaf önnur lykt, en við vitum alveg að þetta virkar. Já, við skulum bara einbeita okkur að frekar af þessu lifandi ennþá, fjöldi Já, verkefna í hinu er bara mjög... Já, ég er alveg hjartanlega sammála og það er að sjálfsögðu, þess vegna æfum við alltaf á lifandi. Fyrir utan það hvað er eðlilega ekki, maður gengur ekki inn í búð og þú veist, já, það myndi lyftast einhver augabrúnir ef við færum að grafa niður einhverja líkhúsunum. Einhverja fleiri spurningar? Mér sýnist ekki. Þá er bara, já, þið bara, þú veist, ef þið hafið, ef ykkur dettur eitthvað í hug, þá er ykkur náttúrulega bara velkomið að hafa samband við okkur. Það er bara, það væri okkur bara ánægja. Já. Björg, ein svona spurning, ein spurning bara, kom fram í sjónvarpsþættinum á Stöð 2 að hundarnir voru dálítið skortnir og maður fór hérna á Súðavík og maður man eftir þessu umræðu. Og tímabilið var verið að æfa rústabjörgunarhunda eða leitarhunda til þess að leita í rústum. Þá var allavega fyrir þetta 7-8 árum síðan, þá gekk ekki vel að venja hundana að vera með kviðbrynju og í skó til þess að verja sig fyrir því sem óneitanlega fylgir leit í byggð, snjóflóðaleit í byggð. Já. Og við vitum bara fólkið núna, síðasta snjóflóð þar sem fólk slasaðist, þar voru glerbrot í öllu. Ég hef svona velt að mig hvernig hefur þetta gengið, þess að ég hef svona hugsað oft með hundinn, ætlar að æfa hann alltaf að nota, eða oftast að nota hann að hlífðarbúnað, eða bara stundum. Og við vorum einu sinni með hús sem var bara, við gátum pakkað og gert svona mjög erfitt. Þá vildi fólk ekki taka áhættuna að nota hundana til að æfa sig, sem er skiljanlegt. Já, akkurat. En ég er svona veltað þessu fyrir mér, bara, ég held að þetta gleymist svolítið. Ég myndi segja að ef við ætluðum að nota hlífðarbúnað á hundana, sem er, eins og þú segir, réttilega, þá voru þeir alveg að skerast, þá þyrftum við að æfa það alltaf. Bara, þú veist, að klæða þá í brynju og og kannski sokka, en það er samt svolítið svona tekur úr þeim næmnina, að setja þessu sokkarnir til dæmis. Ég myndi líka alveg segja að þetta er alltaf svona spurningin að vega og meta áhættuna. Ef það er svona eins og Súðavík, Flateyri, þar sem að maður veit að líf liggur undir og maður veit líka að hundurinn getur slasast.
ég myndi alltaf taka þá áhættu. Ég veit alveg þetta áhættusamur business, skilurðu, ég geri mig grein fyrir því. Ég veit að, þú veist, að hundur minn geti slasast alvarlega og hann geti farið í snjóflóð og það ekki ef það fellur snjóflóð á mig eða einhverja leitamenn og hundinn minn, þá ekki verið að fara að forgangsraða því að grafa upp hundinn. Þannig að, þú veist, maður veit alveg af áhættunni. Til þess að svara spurningunni þinni þá held ég já að það þyrfti að æfa þetta. Það þyrfti að vera þannig að, þú veist, þeir væru nánast í hvert einasta skipti æfðir með brynju til þess að þeir myndu venjast því. Takk. Takk fyrir þetta. Já, takk fyrir mig. Klukkan enn 10, það var svona það sem að ég setti þannig fyrirlestur á, en þarna það eru þetta tæknilegir örðuleikar og bara takk kærlega til bæði ykkar sem var með fyrirlestur og ykkar áhörðandina til að hafa þolinmæði í gegnum þetta allt saman. Og bara já, takk fyrir komin í kvöld og gaman að sjá hvað mættu margir og já, vonum bara að veturinn sé ekki alveg búinn og við getum farið inn í hann með snjóflóðin í huga. Ef við ekki bara segja þetta gott. Já, takk kærlega fyrir. Takk fyrir kvöldi. Við sjáumst bara næst. Takk fyrir. Takk.